Já, nokkur orð sem ég er með í dag, ber yfirskriftina, fallhlífarstökk og fleira. Ég vaknaði skyndilega nótt og settist upp í rúminu. Mér fannst sem einhverju væri í herberginu mínu, en ég sá engan. Börnin mín 2 sváfu alveg ótrufluð hvort í sínu rúmi og allt virtist svo friðsælt. En hvers vegna vaknaði ég svona skyndilega og á þessum tíma? En nú sannfærðist ég það að einhver ósýnilegur væri inn í herberginu mínu og það hánótt. Allt í einu heyrði ég sagt hátt og skýrt: Þú þarft að biðja til Guðs núna. Þetta áríðandi, þú þarft að biðja strax. Ég brást við þessu með því að segja: Ég veit ekkert nokkra mannesku sem þarf á fyrirbæn minni að halda, en ef einhver í hættu staddur, bið ég þig að frelsa þann sem kann að vera í hættu staddur. Sendu englana þína þeim til bjargar í Jesú nafni. Amen. En eftir því sem ég vaknaði betur, var mér hugsað til eiginmanns míns sem í hernum og var vel þjálfaður sem fallhlífar hermaður. Einmitt þá kvöldi vissi ég að hann átti að fara með fjölmörgum öðrum fallhlífarstökkvurum í æfingastökk fjarri heimilin okkar, en hann átti að hafa lokið þessari æfingu vel fyrir miðnætti. Og þar sem klukkan á náttborðinu mínu var klukkan 3 að nóttu, hlaut hann að vera komin aftur heim í herbúðirnar með félögum sínum. Hann hlaut að vera öruggur þar sem ég hefði annars verið látið vita nú þegar ef eitthvað óhapp hefði hent hann. En einmitt þá heyrði ég röddina aftur: Þú skalt biðja fyrir manninu þínum núna, sagði röddin hátt og skýrt. Við þetta var eins og ógþrungin tilfinning helltist yfir mig, en mér fannst sem maðurinn minn væri mikilli hættu staddur. Ég kraup í skyndi við rúmið mitt og bað ákaft fyrir eiginmanni mínum. Bað Guð að leiða hann og félaga hans örugga heim úr þeirri hættu sem þeir kynnu að vera staddir í. Við þessa bæn fylltist hjarta mitt af friði og himneskri ró, svo að ég gat farið að sofa aftur. En varla hafði ég vaknað aftur snemma morguns þegar að sími hringdi og ég heyrði röddu eiginmannsins. Skott, allt í lagi með þig, spurði ég óðamála. Og hvernig gekk ykkur í fallhlífastökkinu? Það gekk nú ágætlega þrátt fyrir mikla þoku. Og lendingi var eins og best af öllum mínu stökkum, sagði hann. En svo gerðust einkennilegir hlutir með allt dótið og hergögnin sem einnig var kastað út úr flugvélinni í fallhlífum. Ofan á þokuna var einnig mjög mikið myrkur, svo að erfitt reyndist fyrir okkur að sjá hvar skriðdekinn kom niður. Það var mitt hlutverk ásamt liðsforingjanum að taka á móti skriðdrekanum sem virtist ósýnilegur í fyrstu, en svo heyrðum við af vængjarslætti fallhlífar að eitthvað var að nálgast okkur beint fyrir ofan okkur. Og óttuðumst að drekinn myndi lenda á okkur og kremja okkur til bana. Við hlupum eins hratt og undan farginu og við gátum og sluppum með skrekkinn. Ó, elsku Skott, það gerðist eitthvað svo undursamlegt í nótt þegar ég vaknaði við háa og skýra röddu sem skipaði mér að biðja fyrir þér. Veistu nokkuð hvað klukkan var þegar þið hlupuð undan lendingu skriðdrekans? Já, það veit ég, sagði hann. Þá var klukkan 3 eftir miðnætti. Kærleikur Guðs ótakmarkaður.
Við veitum honum mesta gleði þegar við breytum rétt og hlustum á leiðbeiningar hans. Hann hefur trú á okkur í blíðu og stríðu, en hann umber líka breiskleika okkar. Guði sé lof fyrir það.